Já, þá hefur ég leikinn og þannig setja stað. Já, ég býð ykkur velkomin hér til þessa fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 22. febrúar 2017. Þessi fundur með númer 689 og ég segi fund settan. Það eru 12 mál á dagskrá, stóra dráttum þannig að það er kosningi nefndir og ráð, síðan 2 fundargerðir frá bæjaráði, 4 fundargerðir frá einstökum nefndum og svo 5 fundargerðir til kynningar. Við byrjum á kosningu í nefndir og ráð. Það er Haraldur Sverrisson sem ætlar að gera grein fyrir því. Gjörðu svo vel. Já, forseti. G-listi hyggst gera breytingu á nefndarskipan í fræðslunefnd. Þar er gerð tillaga það að Kolbrún G. Þorsteinsdóttir verði formaður fræðslunefndar í stað Hafsteins Pálssonar og Hafsteinn Pálsson verði aðalmaður í nefndinni í stað Kolbrúnar G. Þorsteinsdóttur. Hvernig forseti hvort ég með fleiri breytingar eða ætli bera þetta upp? Já, það er kannski rétt að spyrja, eru aðra tillögur varðandi þennan lið? Svo ekki, þá er það fleira, Haraldur. Síðan er það í þróunar- og ferðamálanefnd. Þar er gerð tillaga að í stað Bylgju Báru Bragadóttur sem aðalmanns í þá nefnd komi Sólveig Franklinsdóttir. Já, aðrar uppástungur, tillögur. Ef svo ekki, þá þakka fyrir. Þetta er þá fært til bókar. Það er eitt í viðbót. Í samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins að fulltrúi Mosfellsbæjar þar verði Theodór Kristjánsson í stað Kolbrúnar G. Þorsteinsdóttur. Já, aðrar tillögur varðandi það. Og það er kannski varamaður eða síðan Kolbrún á móti þannig að það sé. Móti Theodór, já. Nú engar aðrar tillögur hér, þá þakkum við fyrir þetta. Þetta verður hér fært inn í fundargerðina, þannig að þessi liður er búinn. Þá förum við í fundargerð bæjaráðs. Þá fyrri sem er hér til umræðu í dag. Þessi fundur var númer 1293 og var haldinn 9. febrúar síðastliðinn. Og 6 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði þess að tala mál númer 5, samkomulag um uppbyggingu og lóði við Háholt 16-24. Þarna var lagt fyrir bæjaráð drög að samkomulagi við núverandi lóðarhafa á þessum lóðum, þar að segja við Háholt 16-24. Þetta eru svona reitur sem oft hefur gengið með nafninu Kaupfélagsreiturinn, þar að segja þarna var Kaupfélag Kjalarnesþings með starfsemi sína í margar tugi ára hér í Mosfellsbæ og hefur haft lóðalegu réttindi á þessum lóðum. Þessi réttindi seldi Kaupfélagið í kjölfar slita á því ágæta félagi. Og þarna lá fyrir tillaga samkomulagi við þá nýja eða núverandi þá eigendur að þeim lóðalegu réttindum og þar er þá gert ráð fyrir þessu samkomulagi í megindráttum að hús á þessum reit, Víki, Kaupfélagshúsið, þar sem var rekið kaupfélag á þessum stað, þar að segja Háholt 24, staðist út að reiknu Víki, hús sem að nú er rekið söluturninn Kjarnagrill, það Víki, og síðan hefur það líka komið fram að þessir aðilar hafa líka keypt eignina Háholt 20 sem að er íbúðarhús og heitir Steinar og hefur líka gengið undir nafninu Kaupfélagsstjórahúsið þegar bjó Kaupfélagsstjórinn að stjórarnir á sínum tíma þegar þannig var. Og
Þetta samkomulag gerir ráð fyrir því að á þessum reit geti byggst upp alltaf 65 íbúðir, að sjálfsögðu háð því að það verði gerð deiliskipulagsbreyting á deiliskipulagi miðbæjarins því samfara og samkomulagið með þeim fyrirvara og að þar sem að þessi hús eru sem ég nefndi nú áðan. Og þessar íbúðir eru þá, eða samkomulagið gerir ráð fyrir því að þar séu fyrir 50 ára og eldri. Þar sé að á þeim verði kvöð að þar búi fólk sem hefur náð þeim aldri, líkt og er í fjölbýlishúsum 3 í Klapparhlíð í Fyrirbæ. Þessu til viðbótar þá gerir þetta samkomulag ráð fyrir því að þessir aðilar, þessi nýju eigendur, að þessum lóðalegu réttindum afhendi eða afsali sér lóðalegu réttindum á lóðum 16 og 18 til Mosfellsbæjar. En þar lóður var gerður lóðalegur samningur, nýr eða framlengdur árið 1998 til 50 ára og á þessum lóðum gerir núverandi skipulag miðbæjarins ráð fyrir því að þar geti risið kirkja og menningarhús og var raunar efnt til hugmyndarsamkeppni það verkefni hér fyrir það bil 12 árum síðan eða 10-12 árum síðan þegar að þetta deiliskipulag var gert og ég held að það sé fagnaðarefni að það sé búið að ganga frá þessum málum með þessum hætti. Það nú verið deilur milli bæjaryfirvalda og kaupfélags Kjalarnesþings í nokkuð mörg ár þessi lóðalegu réttindi, fór það meðal annars fyrir dómstóla. Gott að þetta hefur fengið þennan endi og að það geti hafist uppbygging á þessum reit sem að ég held að muni auka gæði miðbæjarins okkar og að gera hann bæði líflegri og til þess fallin að geta líka veitt og í honum getur verið betri og meiri þjónusta en nú er. Þannig ég vildi nú bara svona vekja athygli á þessu og held að þetta sé til heilla fyrir Mosfellsbæ. Já, fleiri sem vilja ræða mál nr. 5 þessari fundargerð eða málið orðið þá laust fundargerðina, önnur mál þá fundargerðinni, ef svo ekki þá umræðan lokið og þeir sem vilja staðfestja þessa fundargerð sem 1293 eru bænir að rétta upp hönd. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir næstu fundargerð sem númer 1294 hjá bæjarráði Mosfellsbæjar, haldinn 16. febrúar síðastliðinn og orðið laust. Og Haraldur, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði vekja athygli á máli númer 5 sem það ber heitið yfirlýsing aðalstjórnar Aftureldingar vegna breyttrar framtíðarsýnar og uppbyggingu knattspyrnusvæðisins við íþróttamiðstöðina Varmá. Þetta er langt og mikið heiti en ágætlega lýsandi í sjálfum sér. En þetta kemur til að því að það hefur verið í umræðinni að bæta og breyta aðstöðu til íþróttaiðkunar á Varmá, sérstaklega með tilliti til knattspyrnuiðkunar og hér fyrir nokkrum árum síðan var skipaður þverpólitískur starfshópur með aðkomu Aftureldingar skoðun á því hvort að skynsamlegt og fýsilegt væri að byggja fjölnota yfirbyggt íþróttahús í Mosfellsbæ. Niðurstaða þess hóps var svo að leggja það til að slíkt hús yrði byggt. Byggt yrði yfir gervigrasvöllina Varmá, stóra gervigrasvöllina Varmá og hins vegar þar sem að bærinn hefði ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að kosta slíka framkvæmd að fullu,
þar sem að svoleiðis hús töluvert dýrt. Þáverandi kostnaðaráætlun gerði ráð fyrir það bil milljarð í slíka framkvæmd. Og þá var tillagan sú að það hús yrði reist í einkaframkvæmd. Með þeim hætti að bærinn tæki þá á leigu ákveðið hlutfall að tímum í slíku húsi sem nýtt fyrir íþróttastarfsemi eða íþróttafélög í Mosfellsbæ og þó fyrst og fremst undir knattspyrnu. Þó rætt fleiri eins og frjálsar íþróttir og hugsanlega fleiri. Þannig svona á lunganum til undir knattspyrnu. Þetta var gert sérstaklega í ljósi þess að Ungmennafélagið Afturelding hafði lýst yfir og komið þeim skilaboðum skýrt á framfæri við bæjaryfirvöld. Það væri í þeirra fyrsta forgang að slíkt hús í þeirri stærð myndi rísa á þessum stað eða í bænum. Og niðurstaðan þessa hópsins var svo að skynsamlegast væri þá að það gerðist þar með þeim hætti. Í kjölfar þessa þá voru aðilar hér sem höfðu reyndar verið í sambandi við íþróttafélagið, ungmennafélagið, sem að óskuðu eftir því með formlegu erindi við bæinn að það yrði gengið til samninga við þá byggingu á slíku húsi með þeim augum að bærinn leigði hluta af þeim tímum. Þá höfðu í þessari þarfagreiningu og niðurstöðu þessa starfshóps verið talað svona 35–40% af tímamagni í húsinu. Annað yrði þá leigt á frjálsum markaði af þá þeim aðilum sem byggðu og fjármögnuðu húsið. Þeir höfðu þessir aðilar höfðu sýnt þessu máli áhuga og óskað eftir samstarfi við bæinn þar að lútandi. Eftir að það hafi verið skoðað hér töluverðan tíma okkur hér í þessu húsi, þá hafði bæjarstjóra verið falið að ræða, hefja formulega viðræður við þessi aðila þetta verkefni. Ég ákvað áður en það yrði gert að kalla til þá forsvarsmenn Aftureldingar til þess að fá fram þeirra viðhorf, hvort að þeirra viðhorf væru óbreytt gagnvart því að ráðast í þessa framkvæmd með þessum hætti. Vegna þess að það ekki mjög gæfulegt að fara í uppbyggingu á slíku mannvirki og með slíkri fjárfestingu og þeim inngripum sem það er á þessu svæði, nema að það sé örugglega ungmennafélag sem standi bak við það og með sínu vilja. Það var ákveðið á þeim fundi sem var hér í upphafi desember af forsvarsmönnum Aftureldingar að fara í gegnum þessa umræðu aftur í sínu félagi. Þeir komu síðan tilbaka í upphafi árs og lýstu því yfir að eftir að hafa skoðið málið upp á nýtt með þá stjórn knattspyrnudeildar, með mannvirkjanefnd Aftureldingar og svo í stjórn og svo á formannafundi félagsins og stjórn félagsins, að þeirra sýn og afstaða gagnvart uppbyggingu hefði breyst. Það er að segja að þeir legðu ekki lengur áherslu það að þeir hefði byggt hús í fulli stærð með þessum hætti. Ástæðan kannski fyrst og fremst svo að ef þetta er gert með þessum hætti að þá er þetta ekki til 100% afnota fyrir íþróttafélagið eða bæinn, heldur með þessum hlutföllum sem ég nefndi hér áðan, sem og að það væri verið að byggja yfir stærsta völlinn og það er líka uppi þau sjónarmið að það eigi líka verið hægt að stunda æfingar og knattspyrnu utandyra á þeim tímum sem að veður eru með þeim hætti að það sé betra. En þarna væri þá búið að byggja yfir allan stóra völlinn og það væri betra eftir að hafa skoðað málið upp á nýtt með því fólki sem þar er nú og betra og skynsamlegra að leggja til að það hefði byggt létt hús, óuppbyggta létt hús yfir gamla, innan gæsalappa gamla gervigrasvöllinn sem er við gaflinn á íþróttahúsinu nýja sem að stendur á Varmá. Þetta er náttúrulega svolítið, þetta ásýnir allt saman sínar sögulegu skýringar þessi mannvirki hérna á Varmá. Og að líka yrði þá lögð áhersla á það að yrði ráðist eins fljótt og hægt væri í því að það að skipta gervigras á stóra vellinum sem er komið til ára sinna eða er raunverulega frá upphafi þess að þá vellur var tekið í notkun, þetta er ekki nema rúmlega 10 ára gamalt, en það er nú svona líftíminn á svona grasi.
og það hefði verið frestað að skipta því út þar til að niðurstaða lægi fyrir það hvað hefði gert við hvort það hefði byggt yfir völlinn, því að þá þarf bara sem að skipta gras. Og þá lögðu þeir áherslu á það að því verkefni yrði flýtt ásamt því að þeir sá fyrir sér að í framtíðinni gæti risið stúka við þennan völl og lögðu nú reyndar líka til að á aðalvellinum, frjálsíþróttavellinum og knattspyrnuvellinum að þar yrði yrði grasi skipt út fyrir gervigras. Á þessum fundi bæjarráðs var bæjarstjóra falið að láta kostnaðargreina verkefni, þar sé verkefnið að byggja svokallað hálft létt yfirbyggt hús yfir gamla gervigrasvöllin ásamt því að skipt yrði út þessu gervigrasi á stóra vellinum. Það var ekki tekið afstaða til stúkubyggingar né því að skipta út, að setja gervigras á aðalvöllin. Þetta verkefni að þessi vinna er komin í gang. Ég held að þessi stefnubreiting umhverfisfélagsins Aftureldingar sé skynsamleg. Ég held að þetta sé skynsamlegri nálgun á aðstöðumálum niður á Varmá, sérstaklega fyrir knattspyrnuna. Þarna það hús sem ef niðurstaðan verður svo að byggja það sem þá í fullkomnum yfirráðum bæjarins og þá félagsins. Við getum notað það hvenær sem og ætti að vera alveg nægilega góð aðstaða til æfinga yfir þann tíma ársins sem að erfitt að æfa utandyra á stóra gervigrasvelli. Ég sagði það við forsvarsmenn Aftureldingar þegar þeir hittu mig til að ræða þessi mál á báðum þessum fundum sem áttu með þeim í desember og janúar. Að svona fljótt á litið sýndist mér að það að gera þetta með þessum hætti, að byggja yfir þennan völl með léttri yfirbyggingu og að það var með því að það var hægt að nota þær hitalagnir sem að í gamla vellinum eru, það hitalagnir þar. Þær væru verið nýtanlegar sem að ég hef svo sem ekki nefnum upplýsingur annað en að sé, það vísum við að fara í gegnum það. Byggjum við þetta ásamt því að skipta gras á stóra vellinum væri svona kostnaðarlega eitthvað svipað eins og það að við værum að leigja, að bærin væri að leigja 30, 50, 40% hlutfall af tímum í fullbyggðu eða öllu heldur stóru fjölnota íþrótthúsi sem væri yfir löglegan keppnisvöll. Munurinn væri bara sá að það væri annars vegar verið að borga vexti af þeim lánum sem þyrfti þá að taka til verkefnisins í stað þess að borga leigu af framkvæmdunum. Þannig að svona fljótt á litið gæti þessi framkvæmd svona fjárhagslega fyrir bæinn verið svona svipuð. En þetta er náttúrulega sagt með þeim fyrirvara og ég sagði það líka segi það hér og ég sagði það við þau, þegar ég hitti þau, að það er náttúrulega eftir að fara nákvæmlega yfir það. En við höfum hins vegar svona dæmi svona hús og þar sem þau hafa verið byggð og þá hefur kostnaðurinn verið einhvers staðar á bilinu 200-300 milljónir eftir hvað hefur verið lagt í þau og hvernig aðstæður hafa verið á hverjum stað. En ég vildi fara í gegnum þetta núna þegar þetta er búið að eiga sér töluverðan aðdraganda og var skipaður sérstakur starfshópur á sínum tíma til að fara yfir það sem vann reyndar mjög góða vinnu sem að við eigum og nýtist okkur og getur nýst okkur inn í framtíðina. En ég held að það að fara þessa leið sé að mörgu leyti skynsamari og búi til betri aðstöðu fyrir fleiri oftar heldur en það að byggja stórt hús eða byggja alveg yfir löglegan keppnisvöll. Munurinn er náttúrulega sá að það verður ekki hægt að keppa fótboltaleiki í 11 manna fótbolta í slíku húsi. En ég held að það er minnst mín skoðun eftir að hugsa þetta að það sé minni fórn heldur en það sem fæst í staðinn fyrir að gera þetta með þessum hætti sem að ungmennafélag er að leggja til. Þannig að ég vonast til að þessi vinna geti bara gengið hratt og í framhaldinu hittum við fulltrúa Aftureldingar til þess að ræða það og það verður síðan komið með svona upplýsingar það inn í bæjarráð eins og málinu framvindur. Já, það eru fleiri
bæjarfulltrúar sem vilja ræða þetta mál númer 5. Svo ekki, en vilja mér ræða einhver önnur mál í þessari fundargerð bæjarráðs númer 1294. Nú, það virðist ekki vera, þá er umræðum lokið og ég bið þá á réttum hönd sem samþykkja þessa fundargerð bæjarráðs. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða og þá höldum við áfram og þá er komið að fundargerðum einstakra nefnda bæjarins og fyrst er hér fundur fræðslunefndar Mosfellsbæjar. Það var númer 334 og haldinn 15. febrúar og ég gef orðið laust. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég satt þennan fund fræðslunefndar og undir lið 2 vettvangsheimsóknir fræðslunefndar fórum við í heimsókn á Reykjakot þar sem að matarverkefni var kynnt fyrir okkur. Það er mikið grasrótarstarf í gangi hana og ég var að hugsa að það væri í rauninni mjög gagnlegt bara fyrir alla bæjarstjórnina að fá svona kynningu á þessu verkefni. Þetta er alveg einstaklega framsækið verkefni, alveg frábært grasrótarstarf sem byggir voða mikið á ástríðu kokksins sem er að elda í börnin og líka góðum stjórnanda henni Gyðu og já, mér langar bara að leggja það til að við fengjum kynningu á þessu líka. Ég held að það sé mjög gagnlegt fyrir alla bæjar fulltrúa að kynnast þessi verkefni svona vel eins og það var kynnt fyrir okkur þarna á þessum fundi fræðslunefndar. Já, þessu komið á framfæri. Eru fleiri sem vilja ræða þetta mál eða einhver önnur mál í fundargerð fræðslunefndar? Nú, svo virðist ekki vera og þá bið ég þá að rétta upp hönd sem vilja samþykkja þessa fundargerð. Hún er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá er komið að næstu nefnd sem er menningarmálanefnd Mosfellsbæjar. Hún hélt fund 14. febrúar síðastliðinn og það var fundur númer 203 í þeirri nefnd og ég gef orðið laust fundargerðina. Það er enginn sem kveður sig hljóð, þá er umræðan lokið og ég bið þá að rétta upp hönd sem vilja samþykkja þessa fundargerð. Allir sem samþykkja þessa fundargerð. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerð skipulagsnefndar Mosfellsbæjar. Þar voru 15 mál á dagskrá. Þessi fundur var númer 430 og haldinn 13. febrúar síðastliðinn og orðið er laust. Skipulagsnefnd. Bryndís, þú ert búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, mig langaði bara að vekja athygli og ég held að það sé betra að taka sérstaklega fyrir lið númer 9. Þar er bókun skipulagsnefndar að nefndin leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki tillöguna sem óverulega breytingu á aðalskipulagi og sendi hana ásamt rökstuðningi til skipulagsstofnunar, samanber 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga. Hefðbundið er auðvitað þegar gerðar eru breytingar á aðalskipulagi að það fari í auglýsingaferli en ég var aðeins að ráðfæra mig hér við lögmanninn að við teljum að það sé skynsamlega að þetta teki sérstaklega fyrir því að bókun nefndarinnar er með þessum hætti að held ég að bæjarstjórn ein geti tekið ákvörðun að setja þetta í þennan farveg. En bara til að fara aðeins með það yfir bæjarfulltrúum hvað málið ræðir að þá höfum við áður farið með málið í þennan farveg, áður samþykkt að hér að gera minniháttar breytingu á aðalskipulagi.
en þá komu fram athugasemdir við landeigendum. Þetta sem sagt upp hjá Reykjahvoli og tengist fyrst og fremst reiðstíg sem þar og búið að vera vandamálsum og verkefni í mörg ár að tengja reiðstíg þarna sem fer frá Hafravatni og þá inn í Skammadal. Við erum því miður ekki komið endanlega lausn á því máli því þar erfitt að ná samkomulagi við landeigendur. En þessi minniháttar breytingar við opnið uppdráttinn lítur í rauninni bara minniháttar færslu á reiðstígnum á smá kafla. Út af því að í rauninni var hann bara kominn þarna yfir byggingareiti, efst í Reykjahvolinu. Og þetta bara svona þegar verið var að fara að deiliskipuleggja og leggja götur þarna á svæðinu og þá lagðist það aðeins öðru í sínu landi heldur en kannski flekinn hafi gert ráð fyrir í aðalskipulaginu. Þannig að þetta örlítil stækkun á byggingaflekanum og færsla á reiðstígnum á mjög litlu leyti. En ég vildi bara vekja sérstaklega athygli á þessu því ég held að sé ástæða til þess að þetta mál sé tekið sérstaklega til. Já, takk fyrir þetta. Þá ætla ég að gefa orðalaust þetta mál, númer 9. Það spurning hvort við þá greiðum bara atkvæði strax eða hvort að kannski bara best að gera það. Það semst mál númer 9 sem við greiðum þá sérstaklega atkvæði Það heitir Reykjahvoll 2030 breytingar á aðal- og deiliskipulagi og nefndin þar að segja skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykki tillöguna sem óverulega breytingu á aðalskipulagi og sendi hana ásamt rökstuðningi til skipulagsstofnunar samanber 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga. Og ég beð þá að rétt upp hönd sem gefa sitt samþykki fyrir þessari tillögu. Það 8 atkvæði sem greiða með. Sigrún, þú ert ekki með í þessu? Nei, þetta samþykkt með 8 atkvæðum. En þá ætla ég að gefa orðalaust önnur mál í þessari fundargerð skipulagsnefndar. Nú, það enginn sem kveður til hljóðs. Þá ætla ég að bera fundargerðina upp hér eins og einstök mál bera með sér og bið þá rétt upp hönd sem samþykkja fundargerðina. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst komið að umhverfisnefnd. Það var fundur númer 174 og hann var haldinn 9. febrúar og orðalaust þá fundargerð. Eitthvað sem engin hljóðs en ég ætla nú að gefa sjálfur mér orðið og vísa hér á fætur og rétt að tæpa mál númer 1. Það rétt að vekja athygli á því að þetta snerist nú það sem heitir staðardagskrá 21 en þetta snerist heldur ekki síður það að það kom þarna góður gestur á fundinn sem heitir Lúðvík Gústafsson og hann kynnti ný heimsmarkmið sjálfbæra þróun. Mjög gott að fá hann á fundinn, hann mun sjálfsagt kynna þetta í öðru sveitarfélögum. Nú hefur verið að nálgast þessi mál með nýjum hætti og spurning hvort að staðardagskrá 21 sé kannski svona víkjandi í umræðinni og heimsmarkmiðin sem voru samþykkt hér fyrir nokkru taki sviðið en það var náttúrulega að útfæra þetta svona hvernig verður staðið að þessum málum. Þá hefur nú verið rætt það að verði haldinn opinn fundur umhverfisnefndar nákvæmlega þessi mál. Þetta náttúrulega stórt og mikið mál sem snertir náttúrulega alla heimsbyggðina. Anna Sigríður, þú hefur beðið orðið ekki svo vel. Já, forseti, það þetta sama mál sem að forseti var að ræða hér. Ég bara veltaði fyrir mér að því að núna verið að kalla eftir hugmyndum inn í staðardagskrá 21 frá nefndunum ef ég skil hlutina rétt og ég bara svona veltaði fyrir mér hvenær hérna í þessari heimsókn frá þessum verkefnisstjóra staðardagskrá 21 á Íslandi kom fram hvort önnur sveitarfélög eru enn að vinna eftir staðardagskrá 21 eða eru þau byrjuð að vinna í heimsmarkmiðunum. Hvaða áætlun höfum við? Ræddi umhverfisnefndin það eitthvað hvenær við skiptum í raun og veru aðferðafræðina í þessum málum? Hvað ætlum við að vera lengi þá? Því að
sko ég held að það sé ekki mörg sveitarfélög ennþá að vinna svona eftir staðadags 21 eins og við. Hversu langt hvort þau eru byrjuð í hinu það veit ég ekki sko, eða hversu langt það er komið. Þetta er svona frekar óljósar fregnir sem ég hef af þessu. En mér finnst alltaf mikilvægt að þessi umræða verði tekin, það verði hérna, og við ákveðum með svona einhverjum, best að segja bara fyrirvara sko, hvenær við ætlum að svissi og að því það þarf auðvitað að leggja töluvera vinnu í það að fara að vinna að þessum og forgangsraða hjá í okkar bæjarfélagi hvert af heimsmarkmiðunum og hvaða heimsmarkmið við ætlum að leggja áherslu á og það fram til götunum. Þetta er gaman að vita hjá formanni umhverfisnefndar hver umræðan var í nefndinni þetta og ég heyri að hann talar að hafa opinn fund nefndarinnar heimsmarkmiðin sem er frábært. Þá langar mig bara að vita hvenær er sá opni fundur áætlaður og hver svona plönin eru hjá háttvirtri umhverfisnefnd. Já, þetta var einmitt rætt þarna og Lúðvík fékk einmitt þessa spurningu sem nú að kynna þessi mál. Það kannski stuttasvarið bara það að þetta ekki komið það langt, það aftur að vinna þetta og þetta nú verið að vinna þetta að mér skilst í ráðuneytinu og þetta ég held ég farið það með rétt mál undir forsætisráðuneytinu. Hann bjóst nú að fara að heimsækja fleiri sveitarfélög og kynna þetta en aðferðafræðin þú spurði nákvæmlega það, hún ekki afmörkuð í tíma nákvæmlega núna. En það auðvitað bara mjög gott að það gerist sem fyrst, hvort þetta verði þá kynnt á landsvísu. Þú spurði líka opnafundinn. Við höfum fyrir nokkru fundið dagsetninguna eða svona lagt til að það væri 18. maí. Það var áður en að þessi hugmynd kom upp. Þessi hugmynd ekki alveg fullmótuð hvort það verði. Það væri mjög gott að það væri hægt að halda opinn fund heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. En það kannski fullt snemmt að slá því alveg föstu en það snemmt að þessari dagsetningu með opinn fund. Síðan var þetta þriðja atriði sem komið hérna inn á, það var með staðardagskrá 21. Við höfum hér í Mosfellsbæ haft svona verkefnalista eins og þið könnust við og hefur komið hér inn til umræðu í bæjarstjórn. Við ákváðum að halda því áfram og meðan að ekki annað hefur verið ákveðið, þannig að hann er með svipuðum sniði og undanfarin ár. Held ég annars hefur ég svarað nokkur spurningum. En orðið laust ennþá þessa fundagerð umhverfisnefndar. Nú, enginn kveður sér hljóðsfrekar og þá umræðu lokið og ég bið þá rétt hönd sem samþykkja fundagerðina eins og einstök mál bera með sér. Það er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þá hér 5 fundagerðir til kynningar og ýmsum áttum eins og við erum nú vön hér. Svona seinni hluta bæjarstjórnarfundan okkar. Og í fyrsta lagi það afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Hann var númer 303 og haldinn föstudaginn 10. febrúar. Orðið laust þá fundagerð. Nú, ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðu lokið og þessi fundagerð lögð fram. Næst hér fundargerð frá fundi í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins. Hann var númer 73 og var haldinn föstudaginn 27. janúar í Reykjavík og þar voru fulltrúar frá einstöku sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og ég gef orðið laus. Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar aðeins að renna yfir þessa fundagerð og sérstaklega þá kannski vekja athygli á lið númer 1 sem ber heitið staða þróunaráætlunar.
Ég hef nú rætt þessi mál áður hér inn í bæjarstjórn og líka inn í skipulagsnefnd og þetta er svona eitt af stóru málunum. Þetta er náttúrulega mál sem er mikið í umræðinu núna í þjóðfélaginu, það er að segja stað á húsnæðismarkaðnum og skortur á nægu framboði af íbúðum og þá er oft horft til þess að sveitarfélögin hafi kannski ekki nægt framboð af hentugum lóðum. En á þessum fundi mætti til okkar Ásdís Hlökk Theódórsdóttir sem er forstjóri Skipulagsstofnunar og var þetta bara að mínu mati mjög gott og gagnlegt samtal og mig langar með leyfi forseta að fá að lesa hér upp bókunina undir þessu. Svæðisskipulagsnefnd þakkar Ásdísi Hlökk fyrir gagnlegt samtal framfylgd svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Mikilvægt er að aðgengi upplýsinga húsnæðismarkaðinn sem þjóni skipulagsákvörðunum liggi fyrir á hverjum tíma. Svæðisskipulagsnefnd felur fagráði að greina hvaða upplýsingar húsnæðismarkaðinn og höfuðborgarsvæðinu séu nauðsynlegar með tilliti gerðar, stærðar, verðs, eignarhalds og fleira. Á þeim grunni verður skilgreinda þarfir höfuðborgarsvæðisins varðandi verkefni landsskipulagsstefnu skráningu, úrvinnslu og miðlun upplýsinga húsnæðismarkaðinn sem verður innlegg í verkefni sem Skipulagsstofnun, Þjóðskrá, SSH og aðrir aðilar eiga að vinna samkvæmt landsskipulagsstefnu. Einnig var fagráðinu falið að móta tillögur að gera seinni hluta þróunaráætlunar. Og ég hafði nú örugglega rætt þetta áður og þið finnið undir gögnunum á vef SSH ágætis minnisblað sem að svæðisskipulagsstjóri hafi tekið saman hvernig okkur hefur tekið að framfylgja þróunaráætluninni. Og aðeins kannski til að rifja það upp að þá er breytingin sem varð á svæðisskipulaginu núna nýjasta var svo að það var svona meira skematískt, ekki þessar svokölluðu töflur sem áður hafði bundið sveitarfélögin og einstaka bæjarhluta svolítið að því hvað mátti byggja mikið af húsnæði. Svæðisskipulag í rauninni tekur ekkert á því í dag, heldur bara við ætlum að byggja innan ákveðna línu og borgarlínan og svona miklu skematískara. Skipulagsstofnun gerði á sínu tíma svolítið athugasemdir við þetta og fannst þetta ekki svona vera nógu fastmótað og eitt af því sem að Skipulagsstofnun lagði þá til var þessi þróunaráætlun. Þannig að sveitarfélögin myndu gera þá áætlanir til styttri tíma það framboð sem að það yrði í boði að fasteignum eða að lóðum og hversu margar íbúðir myndu þá rísa í hverju sveitarfélagi fyrir sig á tímanum. Það er alveg ljóst að samkvæmt þessu blaði að það hefur ekki gengið eftir það sem að gert var ráð fyrir í þróunaráætluninni sem eru auðvitað miður og á því eru svona ýmsar ástæður. Það er líka ljóst að það er svona aukið magn af íbúðum hefur farið undir ferðaþjónustu og það kannski hefur svolítið áhrif á þessa tölu. Svo hefur bara fasteignamarkaðurinn einfaldlega verið tekið hægar við sér heldur en gert var ráð fyrir. Og ég held að það sé mjög brýnt að við sveitarfélögin horfum sérstaklega í þetta og veltum fyrir okkur hvað við getum gert betur. En ég held að málið sé alls ekki svo einfalt að segja að framboðið sé bara ekki nægt hjá sveitarfélögunum. Við upplifum það allavega hér í Mosfellsbæ að við höfum haft í alllangan tíma töluvert framboð af lóðum til þess að byggja á og við sjáum það nú best í Helgafelli hvað það sprettur upp allt í einu núna en var búið að vera mjög svona róleg uppbygging áður. Og þess vegna er þarna tekið líka þessu með eignarhaldið. Það er alveg ljóst að það hefur breyst mjög mikið. Það eru íbúðir sem hafa verið að koma inn á markaðinn á síðustu árum eru í miklu stærri hlutfalli núna í eigu lögaðila heldur en voru áður. Með öðrum orðum, leigufélögin eru að kaupa upp mjög mikið magn af íbúðum sem eru að koma inn á markaðinn. Og það getur verið kostur og við höfum talað það í langa tíma að vilja vera með öflugri leigumarkað og þetta er greinilega vísbending það að þarna eru félög á markaði farin að taka við sér. En það kannski getur líka verið ókostur þegar það er ekki nægt framboð á þessu húsnæði til að kaupa þegar það eru engu að síður kaupendur fyrir því. En þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa í en það sem er kannski svona mesta vandamálið að mínu viti er allavega það að sú svona vinna og þær opinberu hagtölur sem að við gerum ráð fyrir að myndi liggja fyrir þegar við gerum svæðisskipulag eru ekki til. SSH ætlaði að vinna þessu og við höfum verið í slíkri vinnu og það hefur verið sett peningar í sóknaráætlun og annað í svona gagnagrunn og við erum á fullu og stöndum miklu betur núna heldur en við stóðum fyrir einhverjum ári síðan þegar við fórum á stað í þessa vinnu. En það kom engu að síður alveg fram í máli forstjóra Skipulagsstofnunar að þessi gögn sem að í rauninni landsskipulag gerir ráð fyrir að eigi að halda saman þannig að við höfum eitthvað svona opinberan tölur það, fyrsta lagi hvað er til af íbúðum og svo hvað við áætlum að sé að koma inn á markaðinn á næstu árum, það er einfaldlega ekki til.
Og það auðvitað mjög bagalegt og það þarf að taka á því máli. Ég veit að það að vera að vinna því núna á mismunandi vettvangum því að svo erum við líka með verkefni sem sko húsnæðisstefna sveitarfélagana út frá nýju lögunum það og þar íbúðalánasjóður að koma svolítið inn í það og þannig að þetta svona grunngögn sem vantar og það eiginlega sætir alveg furðu að við höfum kannski sko mjög ítarlega tölur það hvernig þorskflaggið nýtt eða þorskur sem dreginn upp á sjó og svo tölum við húsnæðismarkaðinn sem kannski einn af mikilvægustu mörkuðunum okkar og þar þessar opinberu tölur bara mjög fátæklegar. Þrátt fyrir það að við sveitarfélögin séum að gefa út byggingarleyfi að þá þetta ekki tekið allt saman nógu vel með sko einhver rafrænum hætti þannig að þetta geti keyrt út gagnlegar upplýsingar. Og það í rauninni kannski grunnurinn að svæðisskipulaginu þegar við tökum út svona töflur og hættum að vera svona miðstýrð inn á það hvað hvert sveitarfélag má gera að láta þetta markaðan þetta svolítið eftir og það sé þá teknar svona ákvarðan út frá einhverjum grunngögnum en þau skortir enn. En góðu fréttirnar það okkur við erum að mjakast í það oft sko, hægar en ég hefði viljað sjá. Þannig ég vildi bara vekja sérstaklega athygli á þessu og eins og ég sagði þetta var ágætis samtal og ég held að fólk hafi verið sammála mikilvægi þess að það þyrfti að vinna hraðar að þessu verkefni því þetta væri auðvitað mjög mikilvægt. Nú svo í lið númer 2 Já, kannski skulum aðeins hingra hvort að einhver vilji tala þetta mál, taka til máls. Fyrsta málið, staða þróunaráætlunar. Nú það ekki. Engin sem biður orðið þá er þetta að halda áfram. Já, takk fyrir það forseti. Þá ætla ég bara örstutt að fara yfir í lið númer 2 bara til að fylgja því eftir þessu stóra máli varðandi borgarlínuna. Þarna lá fyrir áfangaskýrsla og svo síðari fundum í svæðisskipulagsnefnd höfum við fengið svona meiri kynningu á því starfi sem þessi dönsku ráðgjafar unni fyrir okkur. Mér langar bara að hvetja bæjarfulltrúa til að fylgjast vel með þessari vinnu. Nú fer væntanlega að rata inn til okkar fljótlega einhverju svona hugmyndir af því hvernig borgarlína mun tengjast miðbæ Mosfellsbæjar. Það svo sem eiginlega gefið að það muni fara í gegnum Blikastaðalandið en eftir að Blikastaðalandinu sleppir og hinga, það svona svolítið spurning og einhverjir gætu séð fyrir sér Baugshlíðina en þá þurfum við nú líka að velta fyrir okkur hver sko yfirferðarhraði á borgarlínunni og Baugshlíðin nú full af svona tálmum til að draga úr hraða og hægja umferð og þá það kannski ekki endilega hentuðasti vegurinn þannig að þá þarf að velta einhverju öðru fyrir sér. Erum við að tala um Vesturlandsveginn eða einhverja aðra leið í gegn og þetta held ég verði klárlega svona eitt af okkar stærri verkefnum. Ég held að önnur mál í fundargerðinni skýri sig bara mjög vel sjálf með greinagóðum fundarbókunum frá svæðisskipulagsstjóra. Já, það ennþá til umræðu þessi fundargerð. Einhver sem vill ræða einhver mál, önnur mál þarna. Og ef svo ekki þá umræðan lokið og þessi fundargerð lögð fram. Þá erum við komið hér í næstu fundargerð og það var fundur í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis. Númer 29, hann var haldinn 9. febrúar hér í Kjarna. Orðuðu laust. Þessa fundargerð enginn kveður sér hljóðs og þá er umræðan lokið og þessi fundargerð lögð fram. Og þá var komið aftur að svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins því hún hélt fund föstudaginn 10. febrúar, hann var númer 74 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Bryndís Haraldsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, ég ætla kannski ekki að hafa mjög mörg orð það en þarna einmitt að var þessi kynning sem ég ræddi áðan frá ráðgjöfunum okkar. En þarna samþykkti svæðisskipulagsnefnd líka verkefnalýsingu fyrir annars vegar breytingu á svæðisskipulagi sem felur þá í sér borgarlínuna og hins vegar svona rammi utan þá verkefnalýsingar af aðalskipulagi. Og út af því að þetta þá bara verkefni sem tengist borgarlínunni og mikilvægt að það svona haldi dampi þetta verkefni að þá var brýnt fyrir okkur fulltrúum úr öllum sveitarfélögunum að taka þetta svona hratt og örugglega inn í okkar kerfi þannig að þetta kemur þá fyrir þar að segja þessar verkefnalýsingar fara þá í gegnum skipulagsnefnd hjá okkur og svo staðfestar þá í bæjarstjórn og ég vona að þetta rati bara inn á næsta eða síðasta lagi þar næsta fund skipulagsnefndar.
og þá eru þessar sem sagt verkefnalýsingar sem eru þetta bara fyrsta skrefið í þessum skipulagsbreytingum samræmdar og milli sveitarfélagana. Já. Orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Svæði skipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, engin kveðið til hljóðs og þá er umræðu lokið og þessi fundargerð er hér lögð fram. Og þá er komið að síðustu fundargerðinu sem hér er til umræðu, það er fundargerð í stjórn Strætó. Sá fundur var númer 259 og hann var haldinn 3. febrúar síðastliðinn. Orðið er laust. Bryndís Haraldsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að fá að halda þeirri hefðminni að fara hér yfir fundargerðir stjórnar Strætó til að vekja athygli á þeim miklu máli sem þar eru til umræðu og sjá til þess að bæjarfulltrúar séu allir upplýstur það. Þannig að hér undir lið 1 eru leiðakerfisbreytingar og þið sjáu að það er fjöldi af gögnum sem að fylgja þarna undir og þarna er nú kannski að koma inn svolítið svo vinna sem hefur verið í hverju sveitarfélagi fyrir sig að það eru mörg sveitarfélagin búin að vera að rýna strætóleiðirnar innan sinna marka og er að koma fram svona mismunandi óskir breytingar. Það er ágætt hérna með tilliti þess sem að kemur hérna fyrir neðan rekstrarúttektina þar sem að eigendur hafa skiljanlega haft svona ákveðna kröfu uppi á Strætó að spara og fara vel með hverja krónu og sjá hvort ekki sé hægt að hagræða. Og þá er það nú yfirleitt svo að flestar ábendingar og hugmyndir sem koma til stjórnar Strætó breytingar á akstursleiðum fela yfirleitt í sér aukna þjónustu sem að eðli málsins samkvæmt kostar meiri peninga. En það sem kannski tengist okkur fyrst og fremst þarna er þetta með leið 6 sem að keyrir hingað og við höfum svo sem rætt hér og ég ætlaði bara að segja að það sem að ég sagði á þessum fundi er að við þurfum þessa tengingu við Grafarvog sem við erum með í dag. Hún þarf held ég okkar vegna ekki að vera leið númer 6 út af því að leið númer 6 er stofnleið og keyrir það ört og það er ekki þörf, við getum ekki með neinu góðu móti fært rök fyrir því að það sé þörf fyrir þjónustu á kortersfresti á hánatíma. Þá er það uppið þessi hugmyndum leið 31 sem að gæti alveg gagnast okkur en þetta kemur náttúrulega inn á kostnaðarleiðin okkar. Þannig að ég sagði það svona að ég held að við í Mosfellsbæ séum alveg tilbúin að skoða þennan möguleika. Það er að segja að leið 6 keyrir ekki lengur upp í Mosfellsbæ en þá verður það leið 31 í staðinn. Það gefur okkur einhvern tækifæri á að draga hana upp í Helgafell sem við getum ekki gert með leið 6. Og er þá kostur að svona við getum þá leyst það allavega til bráðabirgða að vera með einhverja þjónustu þangað upp yfir. En ég sagði á sama tíma að þá legðum við áherslu á það að leið 15 yrði stofnleið enda væri hún að tengja saman þessa kjarna og virkaði að mörgu leyti eins og stofnleið. Allavega í það minnsta hingað inn í Háholt. Og vildi bara láta ykkur vita því að ég kom þessu skýrt til skila til stjórnarformanns og stjórnarinnar og þetta er eitt af þessum málum sem eru bara í vinnslu innan stjórn Strætó. Ef ég bara svona renni örstutt yfir hitt með leyfi forseta. Já. Það er bara rekstrarniðurstaðan eða rekstrarúttektinn og kannski ekkert nýtt að frétta en við erum bara að fara yfir þessa niðurstöðum sem þar eru. Ég held að það standi til að kynna það á einhverjum stærri fundi, það var að segja rekstrarúttektina bara almennt hjá byggðasamlögunum. Húsnæðismálin hafa áður verið til umræðu og gengur út á það að Reykjavíkurborg á Hestháls. Strætó á hluta af Mjóddinni. Reykjavíkurborg þarf mikið á því húsnæði að halda sem Strætó er í Mjóddinni til að leysa önnur mál og það er ekkert lögmál, allavega finnst mér það ekki og ég held að enginn í stjórn Strætó haldi því fram að skrifstofu Strætó þurfi endilega að vera í Mjóddinni. Og við ræddum það nú á tímabili þegar við vorum stöðsetnir á Hesthálsi hvort að það geti verið til framtíðar. Þannig að þetta er ennþá bara í svona ákveðri bíki. Við höfum allavega ekki viljað fallast á þær hugmyndir sem hafa verið uppi á Reykjavíkurborg að hækka leigugreiðslur á Hesthálsi. Og ég hef beint því til inn að stjórn SSH ætti kannski að taka ákvarðanir staðsetningar byggðasamlagana þegar lítur að þessum málum. En þarna var framkvæmdastjóra bara falið að vinna áfram með þetta mál í samræmi við umræðurnar sem þarna sköpuðust. Í lið númer 4 er vetnisumsókn, það er að segja að það eru fyrirtæki sem er að taka þátt í Evrópuverkefni og óska eftir samstarfi við Strætó að prófa vetnisvagna. Við erum jákvæð fyrir því svo lengi sem það fel ekki í sinni fjárhagslegar skuldbindingar fyrir Strætó.
Nú svo er þarna númer lið númer 5 eru niðurstöður í vagnaútboðskaupum og þar er þar var tekið lægsta tilboði sem eru U2 Eurobus og sem eru rafvagnar og það er þá í annað skipti núna á stuttum tíma sem að það er fyrirhugað að kaupa rafmagnsvagna hjá Strætó sem er auðvitað mjög áhugavert og spennandi verkefni að sjá hvernig það gengur fyrir sig. Og já, fleira var ekki fyrir þessu fundi. Já, þakka þér fyrir. Fundagerðin er ennþá til umræðu ef einhver vil taka til máls. Nú, ef svo er ekki, þá er umræðan lokið og þessi fundagerð er lögð fram og þetta var nú síðasta fundagerðin sem við ræddum hér í dag. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundasveitina og segi fundi slitið.